Mætti þetta vera bænin. Þetta langar okkur til þess að hafa svona sem forskrift fyrir þessa samkomu. Við viljum heyra frá þér, Drottinn. Mætti hver nýr dagur vera dagur þess að þessi þrá fær að vaxa, þessi löngun að fá að heyra frá Guði, að við hlustum eftir orðinu hans. Í dag dagurinn sem að Drottinn hefur gjört. Þess vegna höfum við ástæðu til þess að fagna og gleðjast. Mitt í öllu sem að gerast, þá höfum við ástæðu til þess að fagna og gleðjast af því að Guð hefur lagt inn í þennan dag það sem við þurfum á að halda. Trúum við því. Amen. Syngjum allt saman, einu sinni enn. We need to hear from you. Lengi vel hélt ég að Andri Krauss hefði samið þetta lag, en þegar við vorum út í Los Angeles þá stóð systir hans upp og hún sagði: þetta lag á ég. Þetta mitt lag. Við ætlum að halda áfram að lofa Drottinn. Kom, láttu nú lofsöng hljóma, og allir að taka þátt. Nú erum komin á íslensku og nú tungumálið engin afsökun. Nú getum við allt sungið með. Kom, eins og þú ert með lov.
fylltu heimilina gleði, fylltu göturnar af söng. Halleluja. Þessi söngur fjallar það að færa söngin út á göturnar. Það eitt lag, það einn lofsöngur sem að hljómar kannski meira út á götunum og úti á meðal fólksins, sem að við syngjum kannski mjög sjaldan hér inni. En við ætlum að syngja núna. Og við ætlum að syngja hann vegna þess að Royal Rangers buðu okkur að taka þátt og báðum að fá að vera með. Og þau sögðu, og getið sungið þetta lag? Og við sögum já, við skulum gera það.
Svo nú ætlum við að syngja lofsönginn og þau ætla að koma hérna inn og lesa síðan fyrir okkur ritningavers og leiða okkur í bæn. Þetta fjallar fjölskylduna, tema þennan mánuðinn, fjallar sambönd og tengsl, fjallar fjölskylduna, grunninn, gott líf, bæði góðan grunn og gott áframhald. Svo nú ætlum við að syngja saman lofsönginn með stóra ellinu. Og Royal Lenses að koma inn á meðan. Mér fannst svo yndislegt við þessa bón og að ganga inn á þennan hátt var að þessi lofsöngur bæði kynntur fyrir þessum krökkum og sunginn undir fána sem að ber merki krossins. Og við getum verið óendanlega þakklátt fyrir þann grunn sem við höfum. Það grunnurinn. Það sem við gerum síðan við það segir til hvernig framhaldið verður. Og grunnurinn lagður góður í lífi þessara ungu krakka með því að kenna þeim þennan söng, þessa virðingu og það sem að þessi söngur hefur að merkja, boðskap þessa söngs. Fylltu heimilina gleði, fylltu göturnar af söng. Þessi lofsöngur fer líklega víðar sem lofsöngur til Guðs en nokkuð annað lag sem að við syngjum. Kannski mættum við syngja hann aðeins oftar hér. Halló, takk fyrir. Hann Ómar Óli ætlar að lesa fyrir okkur úr Guðs orði. Ég ætla að lesa úr Sálmi 119:9. Með hverju getur ungu maður haldið vegi sínu hreinum með því að gefa gaum að orði þínu. Takk þér fyrir, Ómar Óli. Benjamin ætlar að koma til okkar líka. Halló. Þetta eins og við séum komað þingvelli að rífa upp regluna fyrir ykkur. Nei, djók. Ég ætla að lesa upp úr 5. Mósebók, 5. kafla til 22. vers. Móse kallaði allan Ísrael saman og sagði: Heyr þú Ísrael, lögin og ákvæðin sem ég boða ykkur nú í dag. Lærið þau, haldið þau af kostgæfni. Drottinn Guð okkar gerði sáttmála við okkur hjá Hóreb. Drottinn gerði þennan sáttmála ekki við feður okkar, heldur okkur sem nú höfum, okkur öll sem erum hér í dag. Drottinn talaði við ykkur á fjallinu, augliti til auglits úr eldinum.
Þá stóð ég á milli drottins og ykkur til að flytja ykkur ræðu drottins því að þið höfðu ekki gengið á fjallið af ótta við eldinn. Drottinn sagði, ég drottinn Guð þinn sem leiddi þig út úr Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt ekki gera þér skurðgoð í líkingu neins sem á himnum uppi eða á jörðu niðri eða í vatninu undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbiðja skurðgoð og ekki dýrka þau því að ég, drottinn Guð þinn, vandlátur Guð. Ég refsa börnum þeirra sem mér fjandsamlegir í 3. og 4. ættliði fyrir afbrot feðra þeirra. En þeim sem elska mig og halda boð mín sýni ég gæsku í 1000 ættliði. Þú skalt ekki leggja nafn drottins Guðs þíns við hégóma því að drottinn mun ekki láta þeim áhengt sem leggur nafn hans við hégóma. Minnstu hvíldardaginn dagsins að halda hann heilagan eins og drottinn Guð þinn hefur fyrir því lagt. Í 6 daga skaltu starfa og vinna öll þín verk, en 7. dagurinn hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum. Þú skalt ekkert verk vinna, hvorki þú, sonur þinn, né dóttur þín, þræll þín, né ambátt, naut þitt, né asni, né neitt af búfénaði þínu, né aðkomaður sem hefur hæli hjá þér í borg þinni. Þræll þinn og ambátt eiga að hvílast eins og þú sjálfur og þú skalt minnast þess að drottinn Guð minn þinn leiddi þig að þaðan með sterkri hendi og útréttum armi. Þess vegna hefur drottinn Guð þinn boðið þér að halda hvíldardaginn. Heiðra föður þinn og móður þína eins og drottinn. Guð þinn hefur boðið þér eins svo að þú verður langlífur og þér vegni vel í landinu sem drottinn Guð þinn gefið þér. Þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúgvitni gegn náunga þínum, þú skalt ekki girnast konu náunga þíns, þú skalt ekki girnast hús náunga þíns, akur hans, þræl hans eða ambáttu, uxa hans eða asna, né neitt sem að náungi þinn á. Þessi boðorð flutti drottinn öllum söfnuði ykkar á fjallinu. Hann talaði út úr eldinum, skýjaþykkninu og myrkrinu með þrumuraust og bætti engu við. Síðan skráði hann þau á 2 steintöflur og fékk mér þær. Já. Þá beðum við að leiða í bæn og já, við ætlum að biðja saman. Já, drottinn, þakka þér fyrir starfið hérna. Þakka þér fyrir Royal Rangers og þú hefur blessað það, drottinn. Já, ég bið bara fyrir deginum í dag að það væri bara að við megum finna fyrir því að þú ert okkar Guð, drottinn. Við megum hvílast og gera það sem þú vilt að við gerum, drottinn. Þakka þér fyrir að þú skapaði okkur fyrir þínu tilstöð. Já. Og þakka þér, drottinn, fyrir bara þú verður með okkur, drottinn. Amen. Amen. Þakka þér fyrir bænum minn. Þið megið fá okkur sæti. Eins og þið sjáið þá þetta þvílíkar trúarhetjur sem hérna fyrir aftan mig. Það er svo oft komið upp í hug mér þegar ég mæti á skátafund, hérna einn staður í Biblíunni, og mér langar að lesa fyrir ykkur. Þetta er Mattheus og það er Jesús sem talar. Tafarlaus knúði hann lærisveina sína að fara í bátinn og halda undan sér yfirum, meðan hann sendi fólki á brott. Og hann hafði látið fólki fara, gekk hann til fjalls að biðjast fyrir í einrúmi. Þegar kvöld var komið var hann þar einn, en báturinn var þegar komið langt frá landi og lá undir áföllum, því að vindur var á móti. En langt var liðið nætur kom hann til þeirra gangandi á vatninu. Þegar lærisveinarnir sáu hann ganga á vatninu var þeim bilt við. Þeir sögðu, þetta er vofa, og æptu af hræðslu. En Jesús mælti jafnskjótt til þeirra, verið hughraustir, það er ég, verið óhræddir. Pétur svaraði honum, ef það ert þú, Herra, þá bjóð mér að koma til þín á vatninu. Jesús svaraði, kom þú.
og Pétur sté úr bátnum og gekk á vatninu til hans. Þegar þið horfið hérna fyrir aftan mig, þá sjáu þið hópa börnum, úlinga, en vitið, það er ekki það sem ég sé. Guð hefur gefið mér aðra sýn. Þetta eru lærisveinar. Þetta eru trúboðar, þetta eru traustar trúar hetjur. Og þau hafa kennt mér svo margt. Í rauninu ætti þetta vera öfugt. Í rauninu er þannig að fullorðnir eiga að kenna börnum. En í mínu tilfelli er þannig að þau hafa kennt mér. Þau eru hugrökk, þau tala orðið beint út. Þau fara í skólan og þau tala við vini sína. Og þau segja bara beint út ef þið líður illa, talaðu við Jesú. Það virkar. Og vitið, það virkar sannarlega. Því ég var að reyna að rifja það upp í gær öll bænasvörin sem við höfum fengið að sjá, öll kraftaverkin sem við höfum fengið að sjá. En þau eru svo mörg, ég er búin að missa tölu á þeim. Hversu frábært er það? Og vitið, það tími kraftaverkana er ekki liðin. Hann er í dag, hann var í gær og hann er búin að vera alveg sem Jesú gekk hérna á þessari jörð og sagði við hann Pétur, ganga á vatninu. Ætlum við að ganga á vatninu? Vitið, við getum það ef við horfum á Jesú. Við horfum ekki á öldurnar. Mér langaði svo, að búið svo sterkt í huga mínum, að segja ykkur frá einu kraftaverki sem gerðist á móti hjá okkur fyrir nokkrum árum síðan. Ég skal reyna að vera mjög snögg. Við fórum austur í Öræfi og þetta var á hausti til, meðan október, veðurspáin góð, en við höfum alltaf plan A og plan B fyrir skátamót, það er gott veður og slæmt veður. Plan A var mjög spennandi. Við ætlum að fara í ísklifur upp á jökli og við ætlum að fara kvöldið í svona nætur ratleik út í sveit. Biðist alltaf útvist. Plan B var minna spennandi, það var að vera inni og læra alls konar verklega hluti. Við komum þarna, við gistum í risastóru skemmu og tjöldum innst í henni og þetta var gríðarlega stór skemma. Við erum rétt búin að koma okkur fyrir þegar veðrið fyrir að versna. Það fyrir að hvessa, við svo sem höfum ekki miklar ágjörð því. Við vorum búin að leggja móti í Guðs hendur. Við förum að sofa nóttina að gera aftakaveður og þá menn ég aftakaveður. Það var yfir 40 metrar á sekundu. Það var engin foringjar sem svaf þessa nótt. Við lágum á bæn, drottinn, hvað er þetta að gera? Morguninn þá var veðrið þannig að kameran sem við notuðum úti var cirka 5 metrar fyrir utan skemmuna. Það þurfti 2 stæðilega foringja til þess að halda börnunum til þau kæmust á kamerin, svo þau fikk ekki. Það var brjálað veður. Við letum það ekki á okkur fá, við héldum okkar morgun stund og lögðum daginn í Drottins hendur og fórum að vinna. Börnin spurðu, Jóhanna, hvenær þarf að vera komið gott veður til að við komumst á jökulinn? Vegna birtu, þá var það mjög skýrt. Eftir klukkan 1 gátum við ekki farið, því að þá hefði verið orðið of dimmt þegar við værum að klifra. Og þau sagði, já, við þurfum að fá gott veður klukkan 1, en hvenær hætti dagskráin í dag? Ég segi klukkan 10 í kvöld, þá er næturleikurinn búinn, samkvæmt skipulaginu. Frábært, meira var ekki spurt. En það sem gerðist var magnað. Þau voru alltaf að vinna, þetta er risa skemma, hún er full af börnum. Það heyrist í börnum. Það var dauða þögn. Og ég hugsaði, almátti og menn, eru þau svona hrygg? Og ég fyrir að ganga á milli hópana og svona spurja alveg bara, hvað er þetta að gera? Er ekki allt í lagi? Og þá fekk ég alltaf sama svarið. Þetta var mjög lágstemt, þau heyrðu ekki í hvort öðru. Það kom, jú, ég er bara að senda Jesú SMS. Já, og má ég vita hvað stendur í þessu SMS-i? Af því við lærum það að Jesú er tæknivættur. Við getum sendt honum SMS, þá erum við að biðja í hljóði. Þau voru að senda Jesú SMS og þau báðu Guð að gefa okkur gott veður frá klukkan 1 til klukkan 10. Við hefum langað á jökulinn. Og ekkert mál, við heldum áfram að vinna. Skyndilega að þá bara eins og hvellur, og ég er að tala þetta gerist á mínútu, þá verður logn. Sólin fyllti skemmuna. Vindurinn hvarf, allt. Það var komið himneskt veður. Og þetta gerðist ekki á 10 mínútum, þetta gerðist á mínútu. Ég horfði út, ég man hvar ég stóð. Þetta gerðist svo snöggt. Það heyrðist ein lítil rödd úr miðri skemmunni. Jóhanna, hvað er klukkan?
Ég leit á úrið. 13:00. Við beint út í rútu, upp á jökul. Veðrið var þannig vorum á stuttermaból, allan daginn. Æðislegt. Kvöldi fyrir við í atleikin. Veðrið hélt svona gott. Það var ég með nokkur börn sem voru frekar myrkvælun, vildi ekki fara í leikinn, ekkert mál. Þannig að ég ákvað að vera heima í skemmu að búa til kakó með þeim. Á meðan hinn fóru með foringjónum. Ég innst í skemmunni með gastæki, búa til kakó, mjög notalegt. Þegar allt í einu, það bara bylur á skemmunni. Hún nötraði af vind og regni og öllu. Það bara nötraði skemman og þetta var þrýstingur og gríðalegur, hann var það gríðalegur að það slokknaði í eldinum. Hann hrundi niður og það var ekki nokkuð leið fyrir maður að ná upp eld. Ég skrúa fyrir allt saman, skipa krökkunum að setja kjörum og fer út að hurðinni. Þar sé ég hópinn minn koma, það 10 metrar í þau og þrýstingurinn þannig að þau liggja kylluflöt í grasinu. Þau gátu ekki staðið, veðurofsinn var slíkur. Við þurftum foringjarnir að fara þessa 10 metra og taka börnin inn. Þau gátu ekki staðið upp, veðrið var trillt. Viljið vita hvað klukkan var? Hún var 22:00. Svona Guð. Vitið það, Guð talar ekkert í hálfkæringi við okkur. Við erum nákvæm í bænum okkur. Við erum eins og þessi lærisveinarnir fyrir aftan okkur. Það alveg sama hvar við erum í lífinu. Horfum á Jesú. Drottinn blessi okkur. Takk fyrir. Það greinilega mjög spennandi að vera Royal Rangers og frábært starf sem unnið með börnunum. Mér langar til þess að hann Helgi kemur upp eða meðan hann að ganga upp. Það eru nokkur bænarefni sem hafa borist inn. Við erum beðin að biðja fyrir manni sem heitir Ingimundur Óskarsson, með krabbamein í höfði og á spítalanum á Akranesi. Hann Árni Arinbjarnar sem var tónlistarstjóri hér í yfir 35 ár. Hann mikið veikur þessa dagana og líka með mein í höfði. Mér langar að við leggjum hann fram. Davíð Höskuldsson, það hefur verið bænakeðja í gangi. Hann fór í bráð aðgerð í gær og í fyrradag held ég líka og hefur verið í mikill hættu og hópur einstaklingar sem að biðja fyrir honum og það gott að geta staðið á svona grunni eins og við heyrum að þessari einlægu bæn barnanna. Drottinn, þetta það sem við þurfum. Og ég veit að það eru margar aðrar þarfir, mér langar til þess að við biðjum fyrir þessum bænarefnum og fyrir öllu því sem að hvílir á hjarta okkar. Og Drottinn, við viljum lyfta upp í dag þessum 3 einstaklingum sem við höfum nafngreint. Og við biðjum Drottinn minn þitt inngrip, þína lausn inn í þeirra líf. Og við biðjum Drottinn minn að þú gerir það kraftaverk sem að þeir þurfa á að halda. Drottinn, við stöndum á þínu orði og við höfum lært að treysta þér. Bæði þegar að við finnum mótbyr Drottinn og eins þegar að sólin skín í öllu. Þá höfum við lært bæði að leggja hlutin í þína hendur og gera þakkir. Og við biðjum Drottinn minn þína lausn og þinn kærleika og þitt utanumhald Drottinn, bæði fyrir þessa einstaklinga og fjölskyldur þeirra. Og við leggjum í þínar hendur Drottinn minn þennan dag áfram í Jesú nafni. Amen. Guð heyri bænir. Það yndislegt. Ég ætla að biðja hérna úlingana sem í úlingafræðslunni að koma hérna upp og raða sér bara hérna á pallin. Við ákvæmum það í haust okkur langaði að gefa öllum úlingunum í úlingafræðslunni Biblíu. Við erum kirkja sem stendur á þeim grunni að Biblían sé Guðs orð og Biblían sé veganest okkar í lífinu og það engin betri gjöf, það ekkert betra veganesti, ekkert sem við getum betra lagt inn í líf þeirra en að gefa þeim Guðs orð. Þannig að ekki vera feimið krakka, komið bara og stilla ykkur hérna upp. Ég bara að tala meðan þið komið, þannig að þið fyrir sem þið komið, þið fyrir ekki að tala. Þannig að við höfum keypt biblíur og hérna, í rauninni þessar biblíur eru frá ykkur, söfnuðurum, til þeirra. Og við létum skrifa inn í þær og það var gaman að versið að lesi þetta rétt aðan. Sálmur 119:9. Með hverju getur ungum maður haldið vegi sínu hreinum? Með því að gefa gaum að orði þínu. Og
það kemur bara kveðja, Guð blessi þig og þína göngu, og svo kemur kveðja bara frá kirkjunni. Þannig að ég vissi að þetta ekki að ræðast upp í stafrófsröð, þá þarf ég bara að ganga svona randomli og rétta þeim biblíur eftir í hvar er standa. Þannig að Guð blessi þig. Guð blessi þig. Kannski ég taki bara nokkrar í einu. Gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel. Maður sjá. Gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel. Eins og það er á handboltaleikjum að því að þetta er útsending á Lindinni, þetta er ekki mjög lindarvænt efni. Það er sem sagt verið að afhenda úlingum sem er í úlingafræðslunni biblíur að gjöf eins og Helgi sagði hérna áðan. Það er sem sagt ekki náttúrulega mikil skemmtun að heyra mér segja lágt gjörðu svo vel. Nei. Og við byggjum hlustendur lindarinnar að hafa með okkur þolinmæði og meðan að við útreifum þessu. Fékk einhver vitlausa biblíu nokkuð? Nei, heyrðu, ég sá ekki að maður koma með. Ég bara, hvar er biblían hans? Ok, mjög góðs, heyrðu. Þá eru allir, ég veit að það voru 2 sem voru veikir og komist ekki. Þannig að það eru 2 sem eiga eftir að fá, og þeir fá biblíuna sínar. Þó komið, mér langaði bara að við myndum biðja fyrir þeim þegar það fengi þessar biblíur. Biðja bara að Guð mætti nota sitt orð til að blessa þau og til að leiða þau, og það er líka gott fyrir ykkur að þeir sjáu þau, að við biðjum fyrir þeim. Höldum upp í bænum okkar, þau eru á aldri þar sem þau eru að taka margar ákvarðanir, þau svolítið að velja sér stefnu í lífinu, að þau velji vel, að Guð gefi þeim náð til þess. Það er skulum samanest í bæn fyrir þeim. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir alla sem hér eru, Drottinn minn. Þakka fyrir hvern einn og einasta úling, Drottinn minn, sem er hér. Þakka Drottinn minn líka fyrir þá sem að gátu ekki verið með okkur í dag. Ég biðjum á blessuð á það sem þið eru, Drottinn minn. En Faðir, við biðjum blessun þína yfir þau. Drottinn minn, ég biðja biblíurnar sem við afhendum þeim hér í dag. Mættu vera þeim til blessunar, mættu við finna huggun, von, leiðbenningu, Drottinn, styrk og innblástur þegar þau þurfa á því að halda. Og ég biðja að Drottinn minn að þessar biblíur mættu verða þeirra besti vinur, Drottinn minn. Mættu við læra að lesa hana, mættu við læra að þekkja hana og mættu við læra að leita til hennar þegar þau þurfa á að halda. Ég biðja líka bara á varðveitir göngu þeirra, varðveitir líf þeirra, varðveitir vinaval þeirra, varðveitu á allan hátt í Jesú nafni. Amen og amen. Amen. Ekki að klappa fyrir þessum flotta hóp. Amen. Þannig að til hamingju með biblíurnar ykkar, endilega lesið þær. Ég mun setja ykkur heimaverkefni. En bara, þið með fara aftur til sætis og Guð blessi ykkur á allan hátt. Það er svo gaman að sjá bæði þessu hópa skátastarfi sem komið upp og svo þessa krakka og bara öll framtíðin sem er fyrir Guðsríkið. Spennandi. Ég ætla að koma með nokkrar tilkynningar, ég ætla að koma með nokkrar en það eru svolítið margar, ég reynir bara að gera það hratt. 14. febrúar, dagur sem var Íslendingum ekkert rosalega merkileg fyrir nokkur árum, en svo fundu kaupmenn upp á Valentínsardeginum. 14. febrúar er Valentínsardagurinn, en það er líka mikið að vera í kirkjunni þá. 14. febrúar þá verður haldin fyrsta svona kvöldsamkoman sem við ætlum að hafa einu sinni í mánuði á laugardagskvöldum, og hún er klukkan 8 hér í kirkjunni og markhópurinn er svolítið ung fullorðnir, sem er orð sem er kannski ekki alveg til í íslensku, en svona fólk sem við sjáum ekki alltaf mikið í kirkju og fólk sem aldurshópur sem virkilega þarf að ná til. Þannig að 14. febrúar klukkan 8 er fyrsta svona kvöldsamkoman. Sama dag frá 9:30 morguninn verður ég veit ekki alveg hvað við maður kalla þetta. Þetta er oft kallað svona bænakennsla eða bænarástefna. Á plakkatunum stendur bara meira af þér heilagur andi. Það kemur hópur frá Englandi, samtökum sem heita New Wine og eru svona samkirkjuleg náðargjafasamtök sem að fara í kirkjur, halda námskeið heilan anda, halda námskeið náðargjafirnar og bara kenna okkur hvernig við að heyra röddu Guðs, hvernig við að meðtaka gjafirnar og starfið þeim. Og þetta verður frá 9:30 morguninn til klukkan svona, 5, hálf 6 með hléum að sjálfsögðu. Og það þarf að skrá sig og það verður vægt skráningagjald og við mögulega getum, það er ekki alveg búið að negla það, en það verður
ekki meira en 3.000 kall á mann. Kaffi innifalið í því. Og það má skrá sig bara á skrifstofunni frá með þriðjudegi, hún er auðvitað lokuð á morgun. Í kvöld, vissuð það að núna þurfum við aldrei aftur að horfa á sjónvarpið. Að það er eitthvað að vera í kirkjunum hverja kvöldi. Á mánudögum, þriðjudögum, miðvikudögum, fimmtudögum og föstudögum eru samkomur hvert einasta kvöld. Það er yndislegt. Þetta er vel nýtt hús. Það er mikið að vera. Það var samhjálparsamkoma, fyrsta samhjálparsamkoman í Fíladelfíu var þetta 50-daginn. Ég hef farið þær margar og það var alltaf verið yndislegar, en hún var stórkostlega yndisleg á 50-daginn. Hún var alveg frábær og bara yndisleg nærvera og þú veist, einstundum var ekkert sjónvarp á 50-dögum. Ég vildi það væri þannig ennþá, svo að allir getur komið á samhjálparsamkomu. Hún var frábær. Og af samhjálp er þess að búin að selja stangarheilin og er flutt og ég var beðinn að láta vita að nytjamarkaðurinn, hann er fluttur í Ármúla 11 og þau taka ekki lengur við húsgögnum en frá með morgundeginum taka þau við gjöfum, hvort sem það er föt eða leikföng eða svona smámunir, litlir hlutir, ekki smámunir. Annað, var ég búin að segja ykkur hvað er gerist inn í kvöld? Nei, gleymdi því. Klukkan 10:30 í kvöld að þá kemur fólk saman til að horfa á Super Bowl sem er úrslitaleikurinn í NFL. Er ég aðmennu því? Og ég er svona aðeins meira fyrir rugby, þannig einhver spyr mig hvað er það, það segir þetta er eins og rugby, nema það eru allir á styrum og í spandexbuxum. Það er svona, fyrir mér það munum. Og með hjálm. Og ekki með svona leðureyru eins og rugby-leikmenn. En ef þú ætlar einhvern tímann að horfa á ameríska fótbolta, þá skal þú horfa á Super Bowl. Meira segja auglýsingarnar eru á styrum. Þetta er svona, sumir horfa bara á auglýsingarnar. Þetta byrjar klukkan 10:30 í kvöld, þetta miðast í amerískan tíma. Allir velkomnir og það er örugglega gengið inn niðri. Og að því við erum búin að tala að fólk er ekki að versla á útsölum, þá er ég aftur að auglýsa útsölur í Jötunni. Að í dag, bara í dag, að þá er 2 fyrir 1 á útsölubókum í Jötunni. Þannig að ef ykkur vantar að gera góð kaup fyrir næstu jól kannski, að þá er hægt að kaupa margar bækur í Jötunni dag, frábærar bækur, svo ég segi sjálfur frá. Ég er ekki hlutlaus, kona mín rekur Jötuna, og að því að tala svo mikið 14. febrúar, sem er laugardagur eftir 2 vikur, föstudaginn 13. febrúar frá 5 til 7 er krakkafjör. Barnastarfið og Royal Rangers hafa verið, og ég held úlingastarfið líka, hafa verið með svona samstarf að skipuleggja skemmtidagskrá fyrir krakka á föstudögum, svona öðru hvoru. Og næsta skipti er núna 13. febrúar frá 5 til 7 og ég sá það plaggat niðri með auglýsingu ef þið viljið nánari upplýsingar. Og hvetjum alla til að endilega styðja krakkana sína í að koma á það. Þetta voru svo nokkru tilkynningar sem urðu svo þið margar, fyrir ykkur að fyrirgefa það, mikið að vera. Og auðvitað eru áfram vinnuhelgar upp í Koti, öll dagskráin sem er hér alla vikuna og þið fengu bæklinga líka með upplýsingum þegar þið komið hérna inn. Við þessi kirkja, ég var að skrifa texta fyrir heimasíðin okkar og það var að útskýra hvernig virkar kirkjan. Og ég þurfti að byrja að útskýra að þetta er kirkja sem er safnaðar byggð. Starfið, allir sem að leiða eru kosnir af söfnuðinum. Allt starfið er borið uppi af safnaða meðlimum sem vinna sjálfboðaliðum og starfið er fjármagnað með fjármunum safnaða meðlima. Við rekum okkur sjálf, við gerum þetta sjálf og við stýrum þessu sjálf vonandi undir handleiðslu heilags anda. Það er þannig sem ég var að útskýra, hvernig virkar kirkjan? Það er svolítið svona sem það virkar. Eða væri ekki fyrir allt fólkið, ef við værum ekki að gera það saman, það myndi kirkjan ekki virka deginum lengur. Þannig að núna komum við að þeim kafla í samkomunni, þar sem að við iðkum þetta líka, þannig komum við ætlum að taka fórn. Og Biblían er mjög skýr á því að það er enginn að gefa undir pressu. Það er enginn þvingaðu til og það er enginn sem dæmið þig að þú gefur ekki. Þetta er milli okkar og Guðs, en það sem við kennum með það að það er frelsi sem felst í því að læra að gefa. Það er frelsi sem felst í því að treysta Guði fyrir fjármunum okkar og það er rosaleg blessun að vera með. Ég hveti til að prófa það ef þú er ekki gert það, engin pressa. Og við bara byggjum stutt fyrir fórninni áður en hún er tekin með við syngjum næsta lag. Drottinn minn, ég bara þakka þér fyrir starfið hér sem þú hefur varðveitt og verndað. Og Drottinn, við þráum handleiðslu þína eins og við sungum í upphafi, við þráum að heyra frá þér og við þráum að leiðast að þér. Og nú bið ég Drottinn minn að þú blessir hverja einustu krónu sem gefur inn, að þú gefur handleiðslu við hvernig á að nota þér og Drottinn, þú blessir krónurnar til margföldunar fyrir ríkið þitt. Og við bið líka að blessur okkur öll sem hérna erum, Drottinn, geð okkur visku í fjármálum okkar, geð okkur meðbyr í fjármálum okkar og geð okkur blessun, Drottinn minn. Og ef það er einhver sem á erfitt með að gefa eða getur það ekki vegna fjárhags ástæðna, Drottinn minn,
þá bið ég líka bara að þú gefir þeim bæði frið og líka blessun, Drottinn minn, að þú gefir þeim frelsi til þess að geta gefið, til að geta miðla, Drottinn minn. Við felum allt þetta starf í þínar hendur í Jesú nafni. Amen. Við erum núna að syngja sálminn og taka fórnina þá fara börnin niður. Þau eru bara yndisleg og þessu er búin að vera hérna aðeins lengur en við erum vön að þá eru það að standa sig mjög vel. Við ætlum að syngja sálm sem að var einu sinni brúðkaupssálmur hérna. Temað þennan mánuðin eru hjónaböndin, svo þá vel við að syngja þennan sálm. Hann er með 4 og heitir það Sól í sálu minni í dag. Það er sól í sálu minni í dag og sumar morgunrós og ég jafnan himinn sær því Jesús minn þjóð. Eilíf sólskin meðan áfram rennur tímans hjól. Til minn Jesú auðvitað brosir mín eins og björtust morgunsól. Það er sæl í minni sál í dag, hún syngur þakkar gjörð og Jesús heyrir hjartans dóm sem hér næst frá jörð. Eilíft sólskin, meðan áfram rennur tímans hjól. Til minn Jesú auðvitað brosir mín eins og björtust morgunsól. Það er vors og dýrðarbjart í dag, því Drottinn mér nær. Í hug mér angar himins blóm og hörpu dúfar stær. Eilíft sólskin, meðan áfram rennur tímans hjól. Til minn Jesú auðvitað brosir mín eins og björtust morgunsól. Það er runun ást og von í dag, í anda mínum fer. Ég hefi fjársjóð helgan sér, á himni geymdur Eilíft sólskin, meðan áfram rennur tímans hjól. Til minn Jesú auðvitað brosir mín eins og björtust morgunsól. Eilíft sólskin, meðan áfram rennur tímans hjól. Til minn Jesú auðvitað brosir mín eins og björtust morgunsól. Og Helgi ætlar að kenna okkur hvernig eilíft sólskin getur verið í öllum samböndum. Treystum því. Við ætlum aðeins að syngja áður en að Helgi kemur hérna upp. Er ég að hugsa þig Guð? Og mér langar til þess að við tökum öll þátt í lofgjörðinu og tilbeiðslunni. Er ég að hugsa þig Guð? Það er auðvitað svo margt sem að fer í gegnum huga okkar. Vonandi fer það allt í gegnum þennan filter sem að orð Guðs setur okkur. Sem er filter af fyrirheitum, af blessun Guðs, af leiðbeiningum það hvernig við getum lifað, af leiðbeiningu fyrir daglegu lífi. Er ég að hugsa þig Guð? Syngjum hann saman og tökum öll þátt og syngjum öll með. Er ég hugsa þig Guð, að þú frelsar og þú læknar og þinn friður fyllir anda minn og eilíf gefur kærleik þinn. Er ég hugsa þig Guð, að þú leysir mig og gefur mér líf og þú
Ég rópa til þín Guð, halleluja, þín dýrðin, þú verður að fá alla lofgjörð aldir alda, ég færi þér lov. Ég rópa til þín Guð, halleluja, þín dýrðin, þú verður að fá alla lofgjörð aldir alda, ég færi þér lov. Halleluja, 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 halleluja. Drottinn, þú ert mér ætíð nær, aldrei þú breytist, Guð minn kær, alltaf þú ert eins í dag sem í gær og alla tíð. Lof þín trú
Drottinn, við elskum þig og við tignum þig og við lofum þitt nafn. Og nú byggjum við fyrir Helga þegar hann flytur orðið. Drottinn, að þín nærvera, þín smörning, Drottinn, þín blessun megi vera yfir þessari þjónustu hans, Drottinn minn, og ég bið að hugur okkar hjarta, Drottinn, megi vera eins og þessi plægði akur. Að lofgjörðun megi hafa lyft við því sem að þurfti að bylta til þess að þessi góða, ferska jörð mætti taka við því orði, Drottinn, sem að þú vilt gefa í dag. Drottinn, þess bið ég í Jesú nafni. Amen. Amen. Gjörðu svo vel, Helgi. Amen. Yndislegt að vera með ykkur í dag. Og þetta er búið að vera svolítið mikil samkoma, mjög skemmtileg samkoma. Búið að vera mjög gaman að sjá allt sem að gerast hérna í kirkjunni, og ég stundum, maður eiginlega fær hérna, ég veit hvort það valkvíða hvað, þá hugsa allt sem í gangi. Og það var kannski ekki auglýst, en ef að þið viljið kynnast betur Royal Rangers, þá ég veit við verða hérna niðri, það eru plaggat sem kynna starfið þeirra, og þau hittast hérna á miðvikudögum klukkan 6. En efnið í dag 1 + 1 er jafnt og 1. Guði sé lofa að við kennum ekki starffræði hér, eða hvað? Þetta þess vegna sem fólk efast kristna skóla. Nei. Þetta er öðruvísi starffræði. Þetta starffræði sem við erum ekki kannski vön í heiminum, og það snýst þetta hugtak að 2 geti orðið 1. Þetta risastórt efni, og það hægt að nálgast þetta á ótrúlega marga vegu, og í besta falli, við förum þetta í 4 predikunum, en í besta falli náum við samt að dýfa tanni, ef við erum heppin þá dýfum við stóru tanni og þetta stóra efni. Við gerum okkur besta á að taka vel á þessu. Í byrjun, það eru smá fyrirvarar sem langar til að minnast á, af því að þetta kannski svolítið sértækt efni sem samt svo mikilvægt, að hafa gott að taka það fram. Kannski ertu hér í dag og þér finnst þetta óþægilegt efni, en þú efast að það eigi við mig. Það gott að segja það að Biblían alveg skýr á því, og það engin vafi á því, að það allt í lagi að vera einn. Og það meira en allt í lagi, það eru svona lykilpersónur í Biblíunni sem voru ekki í hjónabandi. Jesús, til dæmis, það nú ekki vant að líkjast honum. Hann reyndar kom að sækja brúði sína í kirkjuna, en svona öðru leyti, hann átti ekki jarðneska eiginkonu. Jóhannes skírari, hann var ekki í hjónabandi. Páll postuli, hann var einn þegar hann sinnti sinni þjónustu, og það má eiginlega svona leiða líkur að því að hann hafi ekki alltaf verið ókvæntur. Mér finnst ekki óryglegt að hann var góður í gyðingafjölskyldu, hafi gifst stelpu góður í gyðingafjölskyldu, en það voru hjónabönd ákveðna foreldrum, og það hafi þótt svo mikil skömm þegar hann tók kristna trú að hún hafi farið frá honum. Mér finnst það mjög líklegt að því að í 1. Korinthubréfi 7. kafla, alltaf þegar Páll talar um hjónabandið, þá vitnar hann í Gamla testamentið. Nema þar, þá segir hann, ef makiðinn vill ekki vera með þér vegna trúarinnar, þá skaltu leyfa honum að fara. Og það skilur enginn af hvernig hann vitnar hvergi í Biblíuna. Kannski að þenni bara byggjað á eigin reynslu. Bara hvað átti ég að gera? Hvað veistu hvort þú getur frelsa maka þinn? Hann giftist ekki aftur, en hann var einn, og það var allt í lagi. Í sama bréfi 1. Korinthubréfi þá lesum við líka það að sumir hafa þá gjöf að geta verið einir. Hún ekki öllum gefin. Hjónabandið líka gjöf, en sú gjöf ekki öllum gefin. Og það kannski gott að segja þetta í kirkju, því að stundum í kirkjum að það gerast á ósjárátt að við förum kannski svona að pæla hvert í öðru, og fólk svona spennt og fyrirgefið mér eldri systur í söfnunum, að stundum vera eldri systur í söfnunum sem horfa svona unga fólki og para fólk saman, það svona leikur, svona bingo, hver vinnur, ég vissi það, veist, ég hafði rétt fyrir mér, ég bauði þeim í kaffi, nei, og það er kannski svona vera að pressa á fólk, alveg bara, ertu ekki búin að gifta þig, þú ert nú orðin 21, og smá brandari, mjög aðstæða pínuvitið, eins og það sé bara lífið bara búið, þú ert bara 21 og ekki giftur, taktu bara þennan. Það ákveðin vanvirðing bæði við einstaklinginn og við hjónabandið. Það bara vanvirðing við hjónabandið að vera að pressa á fólk og ýta eftir því og vera að reyna að tróða því í eitthvað, því að svo þegar ef það gengur svo illa, þá það ekki sá sem að pressa því sem finnur fyrir því. Þá einhver annar komin í erfiðar kringumstæður og þarf að díla við það. Þannig að ég vil bara taka þetta fram, við skulum bara hafa heilbrigt viðhorf gagnvart þessu, og það allt í lagi þó að við séum ekki öll eins. Og svo ég að hugsa það, að það gæti verið einhver sem að hlusta eða horfa eða hérna í salnum, að þú hefur kannski, þið finnst þetta erfitt efni, þú hefur blendað tilfinningar gagnvart í, þú kannski svolítið bara í sárum. Kannski ertu í mjög erfiðu hjónabandi, eða að ná þér
eftir mjög erfitt hjónaband, hugsanlega sásökafullan skilnað og kannski upplifir sem pínu í vörn. Þú veist, þú kannski kemur eða þú hlustar svona, veist, en þú ert samt kannski pínu í vörn að þú óttast að þetta verði kannski dæmandi eða á einhvern hátt munur upplafa dæmingu í gegnum þetta. Markmið þessari kennslu alls ekki að brjóta neitt niður eða láta neinum líða illa. Og það getur vel verið að þú sért að glíma við fordæmingu eða sektarkennd eða þú sért bara ennþá að vinna úr þessu. Það alls ekki ætlun okkar að láta neinum líða illa. Markmið með kennslunni að byggja okkur upp og færa okkur nær Guði. Og ég verð að segja, ég hef svolítið hugsað það hérna, ég held að bæði kirkjan og kannski samfélagið en ekki síður við, þú veist, bara ég þar með talin og allar kirkjur, við höfum kannski svolítið brugðist fólki hvað þetta varðar. Við tölum skilnaði og við höfum svona afstöðu gagnvart skilnaði og þegar kemur að skilnaði þá er það stórmál. En svo bara, þegar fólk ætlar að gifta sig, bara, hérna, frábært. Eru búin að hugsa það? Nei, ok, skrifum undir, næstu því. Þegar fólk vill gifta sig, gagnvart ríkinu, þá þarftu 1 eyðublað, svo eitthvað 1200 kall, og þarftu ekki svona að mæta á staðinn, þú hringir og þeir senda reyðpósti, svo þarftu bara eitthvað sem skrifar undir. Þegar fólk vill skilja, þá þarftu vottorð að hafa leitað sátta, hafa hitt sérfræðing, sem búin að reyna að sætta ykkur, síðan þurfum við að sættast á hvernig ætla að skipta eigum ykkar, síðan þurfum við að sættast á hvernig forræðið á að vera, og svo þurfum við að vera skilin að borða og sangi heilt ár áður að þið fáið að vera skilin. Og þess að maður bara, þetta ekki eitthvað svolítið öfugst nú við þetta? Ekkert mál að ganga inn í þetta, en eftir nú vissum eftir út úr þessu. Ættu við kannski að hugsa aðeins undirbúa fólk svolítið betur? Ættu við kannski að reyna að leggja svolítið betur grunn? Ef að húsið hrynur, þá skulum við ekki kenna þeim sem setti þakið á það. Ég held að húsið hrynji ekki af því að þakið var lélegt. Ég held að það sé kannski grunnurinn, kannski veggirnir, kannski, vitið, þetta heildarmynd. Þannig að bara svo það komi fram. Þannig að núna verður hjónafræðslan í Fíladelfíu 2 ár. Nei, kannski ekki alveg. Og þá verður skilnatíðnin örugglega 0, þegar nennir enginn að fara í gegnum það leik. Stórkostlegur árangur. Þannig í dag, þá eins og ég nálgast efni í dag, ég reyni alltaf að hugsa, ok, til að vera markviss, hverju á þetta að skila, hverju reyna að koma til leiðar. Í dag ég kannski ekki að fara að predika ákveðna breytni. Í dag ég kannski ekki að fara að predika aðferðafræði. Í dag ég að predika til hugarfarsins. Hvernig hugsum við hjónabandið og hvaða gildi hefur það. Að eins og ég segi, það eiginlega þegar maður fyrir að skoða það, þá kemur mann á óvart hvað þetta veiga mikið þema í Biblíunni. Og ég var nú að hugsa áðan, að það í punktunum mínum, að sannlega eitt besti biblíulestur sem ég hef heyrt í hjónabandið var fyrir, maður 1 ár eða 2 ár síðan, þegar Hafliði var að tala svona biblíulega fjölskylda. Og biblíulesturinn að fjalla það að í biblíunni þá sett upp svona ideal mynd sem ég að fara að tala í dag, en svo skoðum maður frásögurnar og þá eiginlega bara engin fjölskylda sem nær þessu markmiði. Það eru alls konar fjölskyldur í biblíunni. Þannig að fjölskyldan í biblíunni alls konar. Það þetta ideal, það þessi fullkomna mynd sem við stefnum að. En svo kannski fer eitt og annað á þetta sporunu, svo gerast hlutir og það ekkert fullkomið í þessum heimi. Og við bara vitum það. Við erum inni og við erum með alls konar bakgrunn. Við höfum alls konar upplifanir og alls konar sem við höfum gerst sem kannski áttu ekki að gerast. En nú var þessi inngangur búinn. Það var stutt prédikun, heyrið það. Inngangurinn búinn. Inngangur inngangsins. Það til marks mikilvægi hjónabandsins í Biblíunni að fyrstu kaflar Biblíunnar eru ekki lýsing á Guði. Fyrstu kaflar Biblíunnar eru ekki bara hver Guð Fyrstu 2 kaflar Biblíunnar eru algjörlega fókusaðir á okkar, samband okkar við Guð, stöðu okkar í heiminum og í rauninni hjónabandið, fyrst og fremst. Það bara hvaðan fjölskyldan kemur og þaðan leiðandi hvaðan samfélagið og mannkynið kemur. Mér langar til að lesa í 1. Mósebók, 1. kafla, frá versi 26 og í gegnum vers 28. Og þetta í sköpunarsögunni, Guð búinn að skapa jörðina, hann búinn að skapa himinin, hann búinn að skapa stjörnurnar og öll dýrin. Og svo lesum við, þá sagði Guð, við viljum gera manninn eftir vorri mynd líkan oss. Hann skal drottna yfir fiskum sjávarins, fuglum lofsins, búfénu, villidýrunum og allri jörðinni og öllum skriðdýrunum sem skríða jörðinni. Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd, hann skapaði þau, karl og konu. Og Guð blessaði þau, og Guð sagði við þau, verið frjósöm, fjölgið ykkur og fyllið jörðina, gerið ykkur hana undirgefna
og ríkið yfir fiskum sjávarins og fuglum himinsins og öllum dýrum sem hrærast á jörðinni. Og síðan næsti kafli, það svona, við fáum heildarsögu og svo svona fókus í næsta kafla. Þá eitthvað sagt ítarlegar frá því hvernig Guð skapar mannin og þá kemur svona ítarlegri saga tengsl þeirra og stöðu þeirra og hver þau eru. Þannig í öðrum kafla, ég ætla bara að lesa öll versin inn í byrjun og svo ætlum við að reyna að gera þessu góð skil og fara svo heim í kvöldmat. 18. vers í öðrum kafla. Og þetta er að fyrsta, ef þið komið eitthvað í brúðkaup sem ég fer með, þá heyrið mig alltaf að lesa þetta vers. Og drottinn Guð sagði, eigi það gott að maðurinn sé einn. Ég vil gera honum meðhjálp við hans hæfi. Drottinn Guð mótaði nú öll dýr merkurinnar og alla fugla himinsins af moldu, létu koma fram fyrir mannin til að sjá hvað hann nefndi þau. Og hvert það heiti sem maðurinn gæfi hinum lifandi skepnum skyldu þær bera. Og maðurinn gaf öllu búfjönu nafn ásamt fuglum lofsins og dýrum merkurinnar, en hann fann manninum enga meðhjálp við hæfi. Þá lét drottinn Guð djúpan svefn falla á mannin og hann var sofnaður tók hann eitt af rifjum hans og setti hold í þess stað. Og drottinn Guð myndaði konu af rifinu sem hann hefði tekið úr manninum og leiddi hana til mannsins. Þá sagði maðurinn, þetta er fyrsta ástarljóð mannkynssögunnar, loks hér bein af mínum beinum, hold af mínu holdi. Hún skal kvenmaður kallast af því hún af karlmanni tekin. Af þessum sökum yfirgefur maður föður sinn og móður sína og býr með eiginkonu sinni og þau verða eitt. Og mér finnst svo merkilegt að þetta þessi tveir kaflar hanga saman og fyrst fáum við langa sögu, svo fáum við ítarlegri sögu og þetta niðurstaðan. Það eins og þessi fyrstu tveir kaflar fjalli bara svolítið þetta. Hvaðan kemur þetta að það séu fjölskyldur? Hvaðan kemur þetta að það sé hjónaband? Þannig að sú hugmynd að hjónabandi sé veraldleg stofnun bull, krakkar. Skulum bara horfast í augu við það. Það er skýring, það er eitthvað sem ég persónulega get ekki sætt mig við. Þetta er gegnum gangandi þema í allri Biblíunni. Guð skapar mannin í sinni mynd. Þau eru karl og kona, það er ekki nóg bara að sé einn, þau þurfti að vera tvö og það þurfti þetta samfélag. Og fyrsti punkturinn þar þessi, ég og þú, við erum sköpuð til samfélags. Við erum sköpuð til samfélag við Guð, þau eru í garði þar sem Guð kemur og gengur með þeim í kvöldsvallanum og við erum sköpuð til samfélag hvert við annað. Það er ekki gott að maðurinn sé einn. Þess vegna segir Páll að maður þurfi sérstaka gjöf. Og sumir hafa þá gjöf og líður bara vel þannig og líði illa öðruvísi og við þurfum bara að virða það og við ekkert að pressa fólk að fara í eitthvað sem það á ekki heima í. En svo eru aðrir sem hafa þá gjöf að vilja vera í sambandi og að finna einstakling sem þau vilja vera með í samfélagi við. Þannig að ef við erum þannig og flest okkar sannlega erum þannig að allt sem við erum, öll veru okkar hrópar á samfélag og ekki bara hvernig samfélag sem þannig að það dugar ekki að tala við einhvern í gegnum tölvuna. Það dugar ekki bara að heyra reglulega einhverjum í síma. Það dugar ekki bara að vera umkringdur fólki alltaf. Við þráum svona sálufélaga samband. Við þráum náið samfélag. Við erum sköpuð í Guðs mynd og þetta kemur inn á svið sem ég held að ekkert okkar skilji alveg og ég veit ekki alveg hvernig það virkar en maður hugsar, hvernig er Guð? Við erum sköpuð í Guðs mynd og hvernig er Guð? Guð er ekki einn. Guð er til í samfélagi. Faðir, sonur og heilagur andi. Og hvernig samfélag er það? Það er ekki formlegt og þurrt og ópersónulegt samfélag. Guð er kærleikur. Guð er brennandi kærleikur. Þetta er djúpt samband. Þetta er samband þar sem djúp kallar á djúp. Þetta er náið sálar tengsla samband og við þráum það. Og málið með það að Guð sé kærleikur og við erum sköpuð í hans mynd að kærleika getum við ekki ástundað í tómarúmi. Við þurfum að elska einhvern. Elska fer út á við. Kærleikur fer út á við. Kærleikurinn er óeigingjarn. Kærleikurinn leitar ekki þess sem er hans eigið. Kærleikurinn umber, kærleikurinn fyrirgefur. Það er rosalega erfitt að gera það einn. Við þurfum samfélag til að tjá kærleika. Og stundum er þessu lýst þannig að það sé faðir og sonur, þeir séu tveir og þeir séu eitt
og eins og heilagur andi sé kærleikurinn sem flæðir á milli þeirra. Þannig sé svona, eins og ég segi, þegar kemur að þrenningunni, þá svona, maður getur tognað í heilanum við að hugsa þrenninguna. En þetta einhvern veginn svona. Við getum svona, ekki brenna mig eftir samkomu. Það hefur svona, ég mjög mikið reyna að fara ekki út úr efnið og datt mér í hug saga sem ég ætla ekki að segja ykkur. Geyma hana til betri tíma. Næst til að tala þrenninguna. Öll samskipti Guðs við mannin í gegnum alla biblíuna, öll samskipti frá fyrsta degi byggja á hugtakinu sáttmála og sáttmála trúfesti. Sköpunarsagan sett upp eins og sáttmáli. Sáttmáli var í 6 hlutum, byrjar á því að þú kalla til votta, himinn og jörð. Út í gegnum biblíuna, þegar Guð talar við sitt fólk að segja, ég kalla himinn og jörð til vitnis. Hvernig hefst sköpunarsagan? Guð skapaði himinn og jörð. Svo koma 6 kaflar eins og í sáttmála, og svo líkur því á sáttmála tákni. Í Mósebókunum það voru það sáttmála töflurnar. Guð gerir sáttmálan, gefið boðurinn 10. Hann kallaði himinn og jörð til vitnis ef þið hlýðið þessum boðurðum með að brjóta þau, og svo fenguðu sáttmála táknið. Eitt eintak fyrir Guð, eitt eintak fyrir fólkið, og svo geymduðu töflurnar saman í sáttmálsörkinni á fundarstað Guðs og manna. Í sköpunarsögunni þá það hvíldardagurinn, þar sem að maðurinn viðurkennir og heiðrar sáttmála við Guð með því að vinna ekki 7. daginn heldur eyðunum með Guði. Sáttmáli gegnumgangandi hugtak hvernig Guð á samfélag við mannin, og sagan, sköpunarsaga mannsins, sköpunarsaga fjölskyldunar sett í þannig samhengi, inn í sáttmála samhengi. Ef við ætlum að vera eins og Guð, ef við ætlum að eiga samfélag eins og Guð, þá þarf að gera sáttmála. Og sáttmálinn snýst ekki pappírinn, sáttmálinn snýst ekki lagalega stöðu, en sáttmálinn alltaf opinber. Og við þurfum að gera sáttmála til að skuldbinda okkur og vera svo trúföst hvert öðru og trúföst sáttmálanum. Í biblíunni eru dæmi hvernig Guð tjáir samband sitt við mannin í gegnum sáttmála, og svona dramatískasta dæmið sennilega Hósea, og ég mjög þakkláttur að ég hef lítinn tíma en ég ekki að fara alveg í Hósea. Það bara erfið bók, það bara rosalega erfið bók. Það sem að spámaðurinn Hósea, Guð leiðir hann inn í vonlaust hjónaband. Hann lætur hann giftast konu sem bara ekki hæf sennilega til hjónabands. Hún getur ekki verið honum trú, hún getur ekki staðið með honum, og Guð segir, og þú átt að vera henni trú til að sýna fólkinu hvernig ég gagnvart þeim. Þau eru alltaf að hverfa frá mér, þau eru alltaf að bregðast mér, en ég trúr. Hún kemur sér í skuldir og þá að selja hann upp í skuldirnar, hann fyrir að leysir hana út. Og myndlíkingin að samband Guðs við okkur sáttmáli þar sem hann trúr, þó við séum það ekki alltaf. Síðan það Nýja testamentinu, hvað erum við? Við erum brúður Krists. Að trúfesti Jesú Krist við okkur eins og brúðguma við brúði sína. Og út í gegnum biblíuna þá fáum við þessa mynd að þegar Guð ætlar að nota stórkostlega myndlíkingu, að hann ætlar að nota eitthvað sem heilagt og fallegt og hreint og sem á að hræra við okkur, þá notar hann hjónabandsáttmálann. Það myndlíkingin sem birtist okkur. Þarna þetta á að vera heilagt, þetta á að vera öruggur staður, þetta á að vera það sem að kærleikurinn blómstrar. Og svo það svo merkilegt að þegar við tala um kærleika og við erum að tala um að vera í Guðs mynd og Guð kærleikur, að þá gerist það innan hjónabandsins að þegar maður og kona koma saman í kærleika, þá kviknar líf. Og alveg svo kærleikur Guðs kveikir líf, að þá kviknar þarna líf. Þannig að þetta endurspeglar Guð svo mikið, og þetta samhengi sköpunarinnar og sköpunarsögunar eiginlega alveg ómissandi þegar við fjöllum hjónabandið. Og þess vegna, þetta allt löng útskýring til að útskýra af hverju mér finnst mikilvægt að við tölum þetta, þó það sé ekki allir í hjónabandi og þó það ætli ekki allir í hjónaband, og þó svo að samfélagið okkar sé kannski eiginlega bara, samfélagið í dag eiginlega hagkvæmara að gifta sig ekki. Það bara þannig. Ég veit nokkur dæmis, og ég mæli ekki með því, ég veit dæmis að fólk hafi skilið af fjárhagsástæðum og flutt, hafi ekki allir heyrt svoleiðis. Fólk flyttur lögheimili í burtu, já ok, það kinga allir góði, allir heyrt það, ég þarf ekki útskýra það. Hvaða rugl það? Hvaða rugl það? En þannig samfélagið, og hjúskaparsáttmálinn ekki vegna þess að það sé praktískara. Það ekki vegna þess að við græðum á því. Það því að þetta besta formið. Það því að svona sem sköpunin var sett upp. Þetta ekki gert bara út í loftið. Sköpunin rosalega tákgrann, og sköpunarsagan, við getum verið hérna í bara allt þetta ár, tala bara sköpunarsöguna og hvað hún leiðir af sér. Við lesum í textanum að þau hafa fengið hlutverk.
Þetta fyrsta boðorðið og ég finnst þetta gaman því í sumum trúfélögum, meðal gyðinga, þetta boðorð tekið mjög alvarlega. Verið frjósöm og margfaldist. Það mér finnst það mjög fyndið. Þetta fyrsta boðorðið, það hlýtur að vera mikilvægast. Og þau hefum sagt að fylla jörðina og gera hana sér undirgefna. Þetta fyrir 2 manneskjur, þá það svolítið mikið verk. Fyllið jörðina og gerið hana ykkur undirgefna. Og hvernig gera þau það? Jú, það fjölskyldan verður til. Þannig þau eru þarna í garðinum, þau eiga að yrkja jörðina, þau gera jörðina sér undirgefna. Hvað þýðir það? Það þýðir ekki þau að menga jörðina og eyðileggja hana, það þýðir þau að læra að beisla náttúruöflin. Alveg eins og við beislum vindinn, ef þú ert á seglskútu, ef þú ert á seglbretti, þá beislar vindinn, þú lærir að nýta þér jörðina. Og það má draga upp annað af þessu orði ef maður bara hugsa þetta. Efst á jörðinni, þar vaxa ávextir, þar vex grammeti, það vex matur sem getur borðað, þar ganga dýr það hringrás lífsins. Svo gröfum við í jörðina, þá finnum við gull, við finnum dýra steina og við finnum alls konar verðmæti og eftir því sem við yrkjum jörðina meira, þeim mun flóknari og svona tæknilegri verða hlutirnir sem við gerum. Guð að segja þeim að skapa menningu. Fjölgiði fólki á jörðinni, myndiði samfélög og lifiði í sátt og samlyndi við sköpunina sem ég hef sett ykkur í. Þið að drottna yfir jörðinni á þann hátt að samfélaga ykkar og sambandi ykkar á að vera þannig að það gerir mig dýrlegan. Hvert konar samfélag það? Það sem fólk lifir í svo miklum kærleika og svo miklu samlyndi og sköpurinn svo góð og samfélagið svo gott að fólk sé bara vá hvað Guð dásamlegur. Það lofgjörð til Guðs. Hvað þetta yndisleg sköpun. Þetta var paradís fyrir fallið. Menning ekki slæm í sjálfu sér. Það þegar menningin spillist og fyrir að snúast eitthvað annað en Guð og verður eigingjörn og fyrir að vera skaðleg og fyrir að vera eyðandi, þá hún slæm. En menning á að flæða frá heilbrigðu sambandi við Guð. Þess vegna eru helstu listaverk heimsins yfirleitt kirkjulistaverk. Hafið pælt í því? Helstu tónlistaverk heimsins hafi verið kirkjutónlist. Messias eftir Händel, hefur einhver hitt það? Beethoven, kannski, það á að flæða, sköpunarkraftur, lífsgleði, þetta á að flæða í gegnum heilbrigðar fjölskyldur sem mynda heilbrigð samfélög. Því að eftir því sem þeim fjölgaði, þá myndast þéttbýliskjarnar eða svona meira samfélag og menning verður til. Ég heyrði vitnisburð fyrir ekki löngu síðan sem var tengdi þetta fyrir mig. Ég hef kannski örugglega sagt frá þessu áður. Ég var staddur á ráðstefnu erlendis og það var maður strákur að gefa vitnisburð og hann var að segja bara hvernig hann ólst upp. Hann ólst upp í slæmu hverfi í Ohio. Ég held að þar væri bara amisfólk og bændur og allir góðir en hann greinilega vond hverfið þar. Og hann lýsti bara sínu uppeldi og hann var að segja hluti atburði sem gerðist þegar hann var kannski 3-4 ára, ég var strák á sama aldri og bara ímyndi að vera hann í svona kringumstæðum. Þetta var bara, ég eiginlega bara var eftir mig allan daginn og bara nóttina ég gat alltaf að hugsa hann þegar ég fór að sofa, þetta var svo hræðilegt bara að hugsa þetta barn í þessum óheilbrigðu aðstæðum. Pabbi hans var í fangelsi, var glæpamaður og það bara stundaði mansal og þetta var ekki smá glæpamaður, þetta var bara alvöru glæpamaður. Og mammans, hún var ein og hún ætti að vinna 3 vinnur til að halda þeim á floti og samt bara bjóði í lélegu húsnæði og í vondu hverfi og allt það, hún var aldrei heima. Það hafa bara alveg upp á krökkunum í blokkinni og systkinu sínum og þau voru öll frá brotnum heimilum líka. Þannig að hann bara einhvern veginn átti eiginlega aldrei séns. Þangað til hann mætti svo Guði á fullorðinsárum. Og ég var eitthvað, og svo fyrir ég að spyrja eitthvað þetta, að segja bara, vá, ég myndi ekki hugsa annan næstu 2 vikurnar, þetta hrærði svo við mér. Og fólk var svona pínu hissa. Þau bara svona þetta bara þarna. Þetta bara sagan hans, þetta bara allir sem aðalast upp í þessari borgarhverfi þarna, þetta bara þeirra saga, svona þetta bara. Og ég var svo sleginn að þarna var bara heilt samfélag, þetta ekki bara útkverfi, þetta eiginlega borg sem hangir utan á annarri borg. Og þarna bara kynslóð eftir kynslóð aðalast upp í bara mannskemmandi kringumstæðum. Og ég fór auðvitað að hugsa, af því að kannski það meðvirkni, kannski það því að maður hugsunarmanneskja, ég veit ekki, bara hvernig getur maður laga þetta? Hvernig getur maður að gefa þessum börnum séns? Hvað getur við gert til að breyta þessu? Og hver ástæðan? Af hverju þetta svona? Og niðurstaðan sem maður kemur af hverju var þetta svona í honum? Já, því að fjölskyldan var brotin. Pappans var ekki til staðar, hann var í fangelsi. Mamma gat ekki verið heima, hún þurfti að vinna fyrir heimilinu. Það var enginn að hugsa börnin. Fjölskyldan var í rúst og það var reglan í samfélaginu. Það var svo mikið, þetta var svo brotið samfélag
að það var eiginlega ekkert heimili heilbrigt. Og hvað gerum maður þá? Bara, þá rosalega lítið af félagslegum úrræðum sem duga. Við getum ekki búið til eitthvað kerfi sem kemur í staðinn fyrir gott heimili. Fjölskyldan grundvöllur samfélagsins. Heilbrigð heimili grundvöllur góðs samfélags. Þess vegna á að vera fjárhagslega hagkvæmt að vera í hjónabandi. Ekki. Munum það næst til við kjósum. Eða látum stjórnmálaflokkarnir sem við kjósum vita, bara, halló, getum við allan ekki gert það óhagkvæmt að vera í hjónabandi. Fjölskyldan, þetta ekki bara hugmynd, þetta bara sannleikur. Ef fjölskyldurnar í rúst, þá eiginlega sama hvað skólarnir eru góðir. Bara kennararnir geta ekki bætt upp fyrir að heimilið sé brotið. Það sama hvað höfum ekki að félagslegum úrræðum. Ef að sjálfsmyndin brotin, af því að bara foreldrarnir voru fjarlægir og það kannski bara fólk sem var ekki vel við þig, sem kom illa fram við þig og enginn sem passaði þig. Það rosalega lítið sem að stoppar upp í þau göt. Það engin plástrar sem duga. Þannig að grunnurinn að heilbrigðu samfélagi heilbrigðar fjölskyldur og grunnurinn að heilbrigðu fjölskyldu heilbrigt hjónaband. Og svo kemur þetta þau tvö verða eitt. Og þetta svo merkilegt vers, þetta orð eitt, þau tvö verða eitt. Þetta sama orð og í trúarjátningu gyðinga. Heyr, ó Ísrael, að drottin Guð drottin einn. Eða drottin eitt. Þetta orð sem getur verið karlkynni eða hvorugkynni, það skiptir ekki máli. Þau tvö verða eitt eins og Guð einn. Eins og sé, mér líður alltaf sem einhverju flugveldar að springa hausnum á mér. Þetta stór hugmynd. Það mjög erfitt að tala þetta efni. En önnur ástæða þess að hjónaband svona mikilvægt, það áhrif þess á okkur sem einstaklinga. Það fátt ef nokkuð sem þrýstir jafn mikið á okkur að líkjast Jesú Kristi og reynir jafn mikið á að vera lærisveinn Jesú Krists og að vera í hjónabandi. Vegna þess að þá þurfum að læra að elska þrátt fyrir galla. Það góð æfing í að fyrirgefa, í að umbera, í að elska meira en sjálfa sig, í að vera óeigingjarn. Hjónaband, það sem fólk ekki óeigingjarnt, það sem fólk fyrirgefur ekki og það leyfir ekki stundum einhverjum að hafa forgangi við sjálfa sig, þau ganga ekki upp. Það getur ekki gengið öðruvísi en að við séum að iðka það sem Jesús kennir okkur. Að gefa eftir, að fyrirgefa, að biðjast fyrirgefningar, að leita ekki síns eigin, eins og í fyrir kontubréfi hérna, kærleikurinn leitar ekki síns eigin, hann óeigingjarn, hann reiðist ekki, hann stekkur ekki upp á nefs sér, hann fyrirgefur, hann umber, hann breiðir yfir. Það ekkert tæki í heiminum til betra en hjónabandið til að æfa sig í þessu. Fyrir flest okkar það ekkert sem kemst nálægt í að reyna jafn mikið á þetta og hjónabandið. Og þess vegna það oft erfitt. Þetta svolítið eins og taka tvo steina sem svona alls konar í laginu og slá þeim saman þangað til að þeir passa saman. Þangað til að hættir að vera vont. Það svolítið hjónabandið mitt ekki hræðilegt, ég ekki að tala bara, hugsa allt sem að ég og kona mín alltaf eitthvað rífast, það ekki þannig. En við erum sjálfstæðir einstaklingar. Við höfum skoðanir. Við erum mótuð af uppeldi okkar, við erum ólík þegar við komum saman. Og svo bara núningur. Það alltaf núningur og það sásökafullt. Þegar hlutir að núast af manni. Bara, það getur verið bara, má ég ekki sjóða skutu heima? Eða bara, get ég ekki boðið vinunum heima og horta á Super Bowl? Eða eitthvað svona bara. Það svona litlir hlutir, bara svona núningur. Hægt og rólega. Og það getur verið sásökafullt. Og stundum að þá bara spynnum að við. Nei, ekki þetta hérna, sko. Og þá þurfum við að læra. Fattið hvað að fara? Þess vegna hjónabandi líka mikilvægt að það reynir á þessa hluti. Það mótar okkur og það hefur þessi áhrif á okkur. Og hjónabandi líka mikilvægt. Ég reyni alltaf að koma fagnaðarrötur að allstaðar og í þessari predikun þá ekki annað hægt. Það svo mikið í Biblíunni sem að hjónabandið eða þessi sáttmáli notuð sem myndlíking, það segir okkur svo mikið Guð. Að Guð noti þessa mynd. Guð elskar þig og mig eins og maður sem elskar brúði sína. Og hann talar, þegar hann notar þessa myndlíkingu, þá það í samfélag, það sem hafa rosalega skýr svona hlutverk eða fólk hafi stöðu. Maður sem elskar brúði sína, það svona, hann verndari, hann sér fyrir henni,
hann berst fyrir hana, hann gefur líf sitt fyrir hana. Þessi brennandi, óeigingjarna, djarfa, þessi djarfi kærleikur, það kærleikur Guðs til þín. Og hann mun aldrei yfirgefa okkur, hann mun aldrei bregðast okkur og hann mun leggja líf sitt í sölurnar til að vernda okkur, til að varðveita okkur og til að blessa okkur, og það hefur hann gert. Það fagnaðarerindið. Og það, ef við eigum ekki þann sáttmála, þá erum við að fara á mis við allt annað í lífinu. Sagan af Jesú eins og saga af manni sem gengur í gegnum eld og brennistein fyrir ást sína. Og ég horfði þetta mann hérna, mér har stóttið fyndið, gaman þáttur sem ég horfði fyrir nýsjálenskir grínarar sem búi í New York og þeir eru svona pínu misheppnaðir og hann var skotin í stelpustrákurinn. Hann byrjar að spila lag, ég samdi lag til hennar og svo byrjar hann að syngja bara eitthvað, ég mun synda yfir hafið fyrir þig og ganga yfir fjöll, og svo kemur svona 2 klukkustundu síðar og ég myndi mætta alla fátæka í heiminum, það var svona bara endalaust. Og hinn, svo bara segir vinurinn eitthvað, já, en myndur gera það? Og hann eitthvað, þú nennir ekki að svo út í göngutúr þegar gott viður, myndur ég alveg synda yfir hafið? Eitthvað, nei, kannski ekki. Myndur þú synda yfir sundlaug? Eitthvað, já, það var gott viður, eitthvað var eitthvað hérna. Akkur syngur ekki bara eitthvað svo meinar, og það var það bara eitthvað, það kom svona aðeins svona lærri slá þegar hann söng lagið það var bara eitthvað, bara ef þú ert til þá, það ég alveg hérna, það var basically þannig. Ef þú borgar bensínið. Það var einhvern veginn svoleiðis. En sagan af Jesú saga af manni sem í alvörunni tilbúinn að synda yfir hafið. Hann í alvörunni tilbúinn að færa fjöll úr stað. Hann í alvörunni tilbúinn að yfirgefa hásætið sitt á himnum, almáttugur, eilífur Guð, koma inn í tíma, inn í rúm, takmarka sig við eitt stað í einu og gerast maður, dauðlegur maður, og lifa ekki bara, þetta var ekki einn dagur, þetta var heilt líf, vera hafnað, vera miskilinn, logið upp á hann og hann deittur fúslega til þess að eiga samband við okkur af því að hann elskar okkur. Það sagan Jesú Krist. Það myndlíkingin upp á hjónabandið í Biblíunni. Og það myndlíking, það standardinn sem við höfum að fyrir okkur eiginmenn að elska konur okkar eins og Kristur kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana. Og svo kemur hitt, og það, mér svo fyndið, það vekur alltaf meiri viðbröð, sko. Já, svo konan að vera manni sínum eftirlát. Hérna, bara, allir brjálaðir. Maður ekki, sorry, bara við eigum að deyja, krakkar. Það bara hérna, bara ég skal alveg skipta, bara ég þarf ekkert að vera rosalega eftirlátur þegar þú ert búin að deyja fyrir mig, það, hérna. Og dögum, sko, þegar Efesusbréfið er skrifið, þá var það bara eitthvað svona, já, konan var bara eftirlát, allir bara, já, einmitt, eins og það normið, og maðurinn var elskan eins og, þá var það bara eitthvað, bara hvað? Bara að hún ekki bara vera þjónni minn, bara ég elska hana, hvað það meina? Og ég deyja. Það standardinn, það hár standard. Og öll, ekkert okkar fullkomnið. Og við munum aldrei ná þessum standard fullkomlega, því við erum ekki Guð, en við keppumst eftir því og við stefnum þangað. Markmiðið með þessari fyrstu predikun var fyrst og fremst að reyna að leggja grunn. Hjónabandið ekki bara eitt af því sem Biblían talar um. Biblían talar um svo margt. Það ekkert í lífi okkar sem við finnum ekki einhverja samsvörun við í Biblíunni. Hjónabandið grundvallar þema í Biblíunni. Grundvallar hugsun sem rennur út í gegnum bara frá fyrstu blaðsíðum. Fyrsta blaðsíðan þetta, fyrstu kaflarnir eiginlega og enda á orðanum fyrir því yfirgefið maður, föður og konu, föður og móður og gengur eiga konu svo þau vera eitt. Hvernig endar Biblían? Hún endar á brúðkaupsveislu lambsins. Það byrjar á hjónabandi, byrjar á hjónabandsáttmálanum og endar á hjónabandsáttmálanum. Alfa og omega, skiljiði. Þetta út í gegnum alla Biblíuna og þess vegna skiptir þetta svona miklu máli. Þess vegna þetta svona stórt atriði og þess vegna þetta svo mikil köllun og svo mikil ábyrgðarhluti fyrir okkur að við förum ekki með þetta sem eitthvað ódýrt, sem eitthvað sjálfsagðan hlut. Ef þú ert ekki í hjónabandi og ætlar þér ekki í hjónaband og bara finnur ekki köllun til þess eða neina löngu til þess, mundi þá bara það að þú ert í sáttmála sambandi við Guð og Guð elskar þig á þennan hátt. Að Guð hefur gert sáttmála við þig
og hann mun ekki yfirgefa þig og myndlíkingin hjónabandið á þannig við þig líka og það á reynda við okkur öll. Ef þú ert að hugsa að fara í hjónaband þá þessi prédikun hvatning til þín að hugsa þig vel Ég ekki að letja þig en ég að undirstrika að þetta ekki eitthvað djók. Þetta ekki einkamál heldur. Þetta milli okkar og Guðs líka. Að Guð mun halda okkur ábyrg gagnvart þeim sáttmála sem við gerum. Það svona, fyrir okkur finnst það ógeðslega, allan fyrir mig, nútíma mannin bara, það ógeðslegt bögg. Einhver annar að fara að skipta sér af því. Ég til dæmis, ég get aldrei farið í átak með einhverjum öðrum. Bara, hei, ef að fara ætla að fara að taka mataræði gegn, ef að gera það saman. Ég var bara, nipp, ég get það ekki. Ég höndla það ekki. Einhver annar sé að skipta sér að, skilur. Bara, ef mér langar að svindla, þá ætla ég bara að gera það. Ég bara hérna. Og bara ef mér gengur vel, þá bara það er fínt. Og ég ekki að vera með að setja pressu á ég höndla það ekki. Ég vil bara fá að gera þetta sjálfur. Við erum svolítið þannig. En á þessu sviði, þá það bara ekki boði. Þetta starra mál, þetta starra en bara ég, sérstaklega þegar börn komin í spilið. Að þá ég ábyrgur gagnvart þeim líka. Ef þú ert í hjónabandi, þá þessi predikun til að hvetja til þess að rækta það. Að leggja metnað í það. Að elska eiginmenn, að elska konurnar ykkar eins og Kristur kirkjuna. Alla leið, allur pakkin. Þetta ekki, það þýðir ekki vera metnaðlaus hvað þetta varðar. Mér finnst mjög óþægilegt að ég sá kona mín að koma inn á hann úr press. Nei, það ekki. Vitið, en svona, að þeim stundum þarf að standa við stóru orðin, practice what you preach. Ég búin að duglegur að borða salat og ég held matadagbók, bara svo vitið það, fyrir það sem heilur þá predikun. Það reyndar eftir að voru aðrir sem sögðu þegar downloada appinu, þá já, heyrðu, ég þarf nú að passa þetta líka, halda dagbók. Vitið, og bara við séum að við elskum maka okkar, að við heiðrum maka okkar og við séum hvort öðru eftirlát. Og ef þú ert í hjónum, og ef þú ert í sárum eftir hjónaband sem endaði illa, eða þú upplifir það bara að það varð, þú klestir bara vekk. Og stundum upplifum að það, maður í einhverjum kringumstæðum og svo bara fara hlutin á hreyfingu, þetta svolítið eins og að vera á skíðum niður rússíbana, svona teina, maður bara reyna að halda sér og svo ferðu böndunum. Og maður situr eftir sár og maður brotinn og maður kannski áttar sig ekki alveg hvað gerðist en hingað maður kominn. Þá skuldu muna það að Guð trúr. Að Guð mun ekki bregðast þér. Að Guð mun ekki yfirgefa þig, hann mun ekki svíkja þig, hann mun ekki særa þig, hann mun ekki bregðast þér. Guð heldur sína sáttmála og Guð stendur með þér. Guð fyrirgefur, hann endurreisir og hann græðir og hann vill að þú upplifi það. Myndlíkingin hjónabandsáttmálan á alltaf við okkur öll, sama hvar við erum stödd. Næstu predikanir verða kannski aðeins svona, hvað segir maður, á góður íslensku, það sem að gúmmíið snertir veginn, svona kannski praktískari. En það svo mikilvægt að við byrjum með þessa hugsun, að við sjáum hvað þetta stórt efni og hvað þetta veiga mikið efni. Og Guð gefur okkur náð til þess, bara okkur öllum, að við, mér finnst að vera svona uppspretta sem maður getur svona nálgast. Þetta einhver svona borhóla sem það þarf að komast onni og fá, blessunin sem þetta getur verið, fegurðin sem þarna getur streymt fram. Lofgjörðin til Guðs sem líf okkar getur verið, þegar þetta eins og það á að vera. Guð gefur okkur náð til þess að upplifa það og vera þannig. Það vinna, það erfitt, það núningur, það eru árekstrar, það þarf að fyrirgefa og umbera og deyja sjálfum sér og allur pakkinn, en þannig finnum við lífið. Þegar við, með því að leggja lífið niður, þá finnum við það. Með því að sleppa tökum á stýrinu, þá öðlumst við frelsi. Þegar við hleypum Guði að og þegar við erum eftirlát og þegar við gefumst þessu. Skulum enda á því að biðja saman. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir nærveru þína hér í dag. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir þessa stórkostlegu mynd af þér sem trúföstum eiginmanni, Drottinn, sem brúðguma, sem trúföstum og þú elskar okkur, þú leitar okkur uppi, Drottinn, þú fylgir okkur, þú varvitur okkur, þú leggur lífið þitt í sölurnar fyrir okkur. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir þessa fallegu mynd. Þakka þessa fallegu mynd að þú skapar okkur til að búa í fallegum heimi. Þú skapar okkur til að lifa í tengingu við sköpunina, til að vera í tengingu og vera hluti af umhverfinu.
og til að vera sjálf þáttur í þessari keðju, Drottinn. Að við komum saman í kærleika eins og þú ert kærleikur. Að við finnum þessa tengingu þar sem að djúp kallar á djúp. Þar sem við sjáum okkur sjálf speglast djúpt í augum einhvers annars. Og Drottinn, við finnum okkur sjálf í einhverju sem ólíkur okkur, í einhverju sem öðruvís en við og einhverju sem elskar okkur vegna þess að við erum bara við. Og ég bið þig það, Drottinn, að þú gefur okkur náð til þess að þeir sem eru í sambandi eða á leið í samband, Drottinn, að þú gefur okkur þá náð að nálgast þessa mynd, að nálgast þennan grunn, að tengjast þessari uppsprettu. Og Drottinn, ég bið líka fyrir þeim sem að hafa þá gjöf að vera einir, Drottinn, að þeir upplifi þessa nánd við þig, eins og Páll postuli segir að þeir hafa þá meiri tíma og meira frelsi til að þjóna þér og eiga þennan tíma ein með þér. Drottinn, ég bið þig að þeirra sambandið þig kristallist þannig. Og svo bið ég þig, Guð, fyrir þeim sem að hafa upplifað árekstur eða upplifað brotlendingu á þessu sviði, Drottinn. Líka þau upplifi sig ekki ein, heldur þau finni trúfesti þína, finni mildi þína, nánd þína, Drottinn, og græðslu þína. Og ég bið þig það, heilagi Faðir, bara ef það eru einhver sem að heyri mál mitt í dag, einhver sem að hlusta, Drottinn, sem á þeim stað að vera í sambandi og vonin að hverfa, ástin farin og það virðist vera komin bara vetur þar sem áður var sumar og sól, Drottinn, þá bið þig það, bara heilagur andi Guðs, þú sem ert huggari og þú sem ert græðari. Viltu kveikja aftur von? Viltu kveikja aftur líf, Drottinn? Og ég bið að þú gefið þeim náð, Drottinn, að þú sendir einhvern í veg fyrir þau, Drottinn, eða þú gefið þeim kjark til að leita sig hjálpar, Drottinn. Og ég bið þetta megi vera græðslu staður, Drottinn minn. Að megi vera græðsla í húsi þínu, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir það græðsla í orði þínu. Hjálpa okkur að skilja hjónabandið eins og þú skilu það. Hjálpa okkur að heiðra það, Drottinn, og gefa því þann sess sem þú gefið því. Í öllum hlutum, í Jesú nafni. Amen. Amen. Ef þú ert hér í dag og þú vilt fá fyrirbæn, að þá eru fyrirbeðendur hérna inn í hliðarsalnum. Það getur verið fyrir hverju sem það þarf ekki að tengjast þessu efni. Það samfélagi þetta niðri eftir samkomuna og ég hvet okkur til þess að hugleiða þetta. Fara inn í mánuðin og inn í vikuna og þegar við lesum Biblíuna, taki eftir þessum tengingum. Ræktum vel það sem við eigum og gerum það besta við það sem við höfum. Næstu efni, eins og segi, verða kannski meira praktísk og við viljum halda áfram út í gegnum mánuðin. Við tölum að leggja góðan grunn næst. Svo ein predikun sem heitir Úr öskunni í eldinn og svo ein sem heitir Þegar allt klikkar. Við viljum bara nálgast þetta eins og þetta bara eins og veruleikin Þannig að Guð blessi ykkur í dag og gefa ykkur yndislega viku. Sér hver dag
Takk fyrir samveruna í dag. Drottinn bless okkur nýja viku og við höldum áfram samfélaginu hérna niður í Það komið að lokum samkomunar frá Fíladelfíu í dag. Við þökkum þér fyrir að hafa fylgst með okkur. Þú ert ævinlega velkomin að fylgjast með hvort sem þú ert að hlusta á lindina eða ert inn á philadelphia.is. Í dag var ræðuefnið hjónabandið og hvort sem þú ert í hjónabandi eða utan hjónabands þá vilji Guðs að þú lifir í friði. Friði og sátt við sjálfan þig og friði og sátt við Guð og menn. Og mér langar til þess að biðja fyrir þér svona rétt í lokin. Guð þekkir kringumstæður þínar, hann ber umhyggju fyrir þér. Við skulum biðja. Drottinn, ég þakka þér fyrir þá sem hafa verið að fylgjast með útsendingunni í dag. Ég þakka þér fyrir það, Jesús, að þú þekkir allar kringumstæður þeirra. Og ég bið Drottinn að þú komir inn í þau mál sem fólk á erfitt með að höndla sjálf. Viltu gefa þinn frið? Viltu gefa lausn inn í erfiðar kringumstæður? Þú þekkir þrá hjarta okkar og ég bið Drottinn minn að þeir sem eru að horfa eða hlusta, ég bið þess Jesús að þú gefir þeim það sem hjarta þeirra þráir og að hver einn og einasti megi ganga í takt við vilja þinn í Jesú nafni. Amen. Þakka þér fyrir að fylgjast með okkur. Við verðum hér aftur með útsendingu næsta sunnudag klukkan 11. Segðu vinum þínum frá og komdu í kirkju. Við kveðjum frá Fíladelfíu í dag. Guð blessi þig.